og velkomin í þáttinn Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða kótilettur, þjóðargersemi Íslendinga. Og það er mummi upp í skóla sem ætlar að taka þessa gömlu góðu í raspi með öllu tilheyrandi. Þráinn ætlar að gera kótilettur alveg frá grunni. Þetta er meiri frönsk útgáfa af snyrtilegum kótilettum sem eru gerðar með öllu tilheyrandi og gætu verið góðar á hvaða veitingahúsi sem er. Við ætlum að byrja að fara upp í Haukholt og heyra aðeins sauðburð. Segðu mér, hvernig gengur fyrir sér svona venjulegu dagur á meðan á sauðburði stendur? Hann gengur nú bara allan sólarhringinn og til dæmis eins og fyrir mig þá byrja ég á morgnana og kem í fjárhúsin og þá tekið við af einhverjum og þá sé ég hvort að einhver sé að fara að bera eða ekki. Okay. Og svo á morgnana þá gef ég og það ýmist bera á meðan eða ekki og svo maður bara fylgjast með því og svo bara verið að raga til í því allan daginn svo sem að reyna að sameina gömul lömb ær með lömb og jafnvel marka og setja merkin í og hitt og þetta. Þannig að það vakt yfir þeim allan sólarhring? Það vakt yfir því allan sólarhring. Og hvernig gengur þetta? Gengur þetta nokkuð snuðrulaust fyrir sig eða verða oft vandamál? Það verða alltaf oft vandamál að það þurfi aðeins að hjálpa en samt ekki stórlega hvað þarf að hjálpa en alltaf aðeins. Já. Og þá þarf maður bara að fara í það í dýralæknisleik. Já, en svona að lokum, hver er sérstæða íslenska lambsins í þínum huga? Þetta er villibráð. Já. Og þetta er besta lambakjöt í heimi. Það er bara ekkert öðruvísi. Mér finnst óskaplega gaman að elda til dæmis lambakjöt. Mér finnst það bæði alltaf gott og öllum þykir það gott, bæði börnum og fullorðnum. Ég til dæmis elda mjög oft bara lambalæri, svona klassískt, en ber það gjarnan fram með, til dæmis íslenskri grískri jógúrt með íslenskum gúrkum og myntu og svona, þetta getur maður allt nálgast íslenskt hráefni en samt gert þetta pínu fusion, sem er gaman. Lambakótilettur eru búin að vera mjög vinsælar í gegnum tíðina og einn gamall góður réttur er lambakótilettur í raspi og áður fyrr þá voru þær alltaf steiktar upp úr smjörlíki og raspurinn drakk í sig smjörlíki og það var bætt meira smjörlíki á pönnuna, kótiletturinn snúið við og alltaf þambaði raspurinn í sig smjörlíki, alltaf drekkur í sig feitina, saman hvað feiti það er. Og eins með snitselin, þegar var að vera að steikja hann, það var alltaf að vera að bæta á. En svo fóru nú menn aðeins að minnka smjörlíkisneysluna og fóru að koma svona hollari olíur til að steikja upp úr. Ég ætla nú að gera það núna. En lambakótilettur eru náttúrulega líka vinsælar á grillið. Sumum finnst þær kannski full feitar og maður getur þá bara snyrst þær til og á grillið náttúrulega vill kannski stundum kvikna í þeim. En núna ætla ég bara að gera gömlu góðu kótiletturnar í raspi og eins og ég segi þið getið snyrst til aðeins fituna af þessu. Sumir vilja kannski taka hann alveg af. Ég ætla bara að krydda kótiletturnar. Mér finnst langbest að krydda bara áður og það er svona sæmilegt. Þá sé ég svona hvernig bara best að krydda áður en ég setja í raspin. Sumir setja kryddið í raspin en það er kannski finnst þetta bara þægilegra. Krydda með salt og pipar. Og nudd inn í. Síðan ætla ég ef maður á bara eggjahvítur, þá getur maður bara notað eggjahvítunar. Ef maður ætlar að nota rauðunar í eitthvað annað, þá getur notað þær í bakstur eða ís eða eitthvað. Þá er alveg nóg að nota hvítunar. Ég nota nú allt eggi bara núna. Slæ eggi vel út hérna. Og hérna er ég búinn að krydda kótiletturnar. Þá setja ég þær hérna ofan í.
eggin. Kóveraður vel með eggjunum. Ég sé svo sem ýmsar útgáfur á þessu. Suma hef ég sé bara pressa þeim ofan í raspinn, hreina rasp. Suma líka hef ég séð að það hafi verið sett hveiti fyrst, síðan egg og síðan rasp. En ég ætla bara að setja hérna eggin. Ég gefi þeim svona smá klapp. Klappa þeim vel. Búinn að krydda. Raspurinn. Raspurinn er eitt sem maður getur lagað sjálfur. Allir brauðafgangar. Þarf aldrei að henda brauði. Ef maður ristar það ekki alveg til, ristar ekki allt brauð sem maður á, þá getur maður tikið það þegar manni finnst það orðið gamalt. Baka það í ofni. Vel í ofni. Það til að tekur út, þá harðnar það. Og síðan getur maður hakka það í múlunexinum. Hérna eru kótiletturnar klárar og þá er ekkert annað en að hita pönnuna. Nú með svona kótilettum þá er oftast verið borðar soðnar kartöflur eða pönnustektar kartöflur. Það verður borðar grænar baunir, steiktur laukur. Oftast hefur fólk haft bara smjör með þessu. Eða þá jafnvel að það er hægt að laga einhverja góða sveppasósu eða einhverja brúna sósu með þessu. En hérna, nú ætla ég að setja kótiletturnar á. Ég er búinn að setja hérna í raspinn, ég er búinn að setja steinselju. Ég er búinn að setja timjan og grasslauk. Eins og ég sagði áðan að þá þamba þær svolítið í sig svona feitina og þurrkað upp pönnuna. Það verður að passa hitann, það sé ekki allt of mikið. Hérna átti ég svolítið papriku og lauk, steikja það bara líka. Og kartöflurnar þær verðið þið bara að finna út hvað þið viljið með. Búinn að krydda kótilettunum með salt og pipar. Nú lærisneiðar voru oft líka og eru eldaðar á sama máta. Pannerar, búinn til raspur eða keyptur raspur, steiktar, brúnar á pönnu og settar þá oftast nær aðeins inn í ofn. Það verður að passa raspinn, þennan rasphjúp að hann brenni ekki. Þannig að það er að vera gullin brúnar. Svona. Bæti við smá olíu til þess að brenni ekki. Nú ætla ég að splæsa smá smjöri á þær. Hérna. Og minnka aðeins á þeim. Það verður að passa sig. Það eru fljótar að brúnast. Slekki bara undir þeim. Smá smjör hérna á pannuna. Það eru alltaf mjög góða stökkar. Sumum finnst gott að sitja þær inn í ofn og láta þær malla þar. Síðan er ekkert annað en að setja þær upp á disk. Þá eru kótiletturnar tilbúnar og hjúpurinn stökkur og góður. Og þá ætla ég bara að raða þeim hérna í hring.
Svona. Svo gef ég hérna lauk og papriku. Grænar ertur passa vel með þessu. Og svo náttúrulega sumir sem myndu vilja annarkort. Það er hægt að laga kalda sósu með þessu. Sýrður rjóma, majónes. Og svo eru náttúrulega margir sem vilja bara heitina. Og lambakótlettur raspi, gjörið svo vel. Góðan daginn, Þráinn heiti ég og er að vinna í grillinu út í Sögu. Ég ætla að gera núna svona lambahrygg, lamba kótilettur, svona á minn máta. Þess að ég ætla að nota bara hrygginn, ég ætla ekki að kaupa tilbúið í búð og þá ætla ég bara að sýna ykkur hvernig úrbeinir maður og gerum og notur rifinn sem eins og þetta væri kótilettur. Byrja að taka hérna lundirnar sem liggja hérna undir hryggnum. Tökum þær hérna. Ég ætla ekki að nota þær, þannig að það er fínt að nota þær í grillið sem að setna mér. Þá snúa honum við. Það liggur hérna bein hérna í miðjunni. Þá ætlum að fara öðru megin við það. Þess bara hérna og fylgja því alveg alla leið aftur. Svo erum við komin alveg hérna aftur. Þá tökum við hérna, það er pínu bein hérna undir sem þið sjáum hérna. Það er að fara upp fyrir það og niður og svo út. Það sem við sjáum hérna, ég ætla að fara allaleg hingað og taka hérna úr að rifjunum. Það er mjög fínt að nota svona sveigjanlega hníf, allavega mér finnst það smýgur inn á milli. Svo bara alveg út. Svo er það bara sama hinum megin. Það ég gera núna, ég ætla að höggva með exi. Þannig að það er mjög mikið hægt núna að halda puttunum frá, þannig að við höggum mikið á okkur puttana. Þannig að það sem ég ætla að gera, ég ætla að höggva hérna og svo fylgi hérna niður alla leið, þá losnar fyllið hérna við. Þannig að það er svona, ég er búinn að losa þess frá hérna. Og það sem ég geri núna stoppa ég, að ég ætla ekki að fara alla leið því þá hef ég ekkert hald hérna megin. Þannig að núna kem ég hérna megin og hef það saman, þá hef ég pínu handtálk. Fínt að reyna að ýta fyllirina frá. Þá er ég komin í gegn, þá klára ég hérna megin. Legg ég það niður. Þessi sé komið svona. Þessi hérna svona. Þá erum við með þetta hérna svona. Sem ég gerir núna er að ég hreinsa hérna fituna. Með fram. Finn hvar beinin eru. Við fara hérna niður. Svo held ég bara áfram. Út frá hérna og séu hvernig það endar hérna, þannig að ég sker ekki inn í það. Þá held ég svona línunni. Og þá fylg ég beinunum. Út. Þá er þetta bara fita hérna sem við losum okkur við. Þá erum við komið með hérna fyllið. Og það sem ég ætla að gera því við ætlum bara að nota hérna kótilettunar. Þá tek ég þetta hérna af og geymi þetta bara til betri tíma.
Þá eru komin hérna með kótiletturnar, sem svona. Þá ætla ég að hreinsa beinin. Þá byrja ég bara að skera meðfram þeim, auka kjötið. Hreinsa þetta sínina sem hérna undir af. Þá er komið með þetta svona. Og það er alltaf að grilla það bara svona. Og svo er líka hægt sko að hreinsa beinin vel. Ég ætla að sýna ykkur hvernig það er hægt að gera það mjög einfalt. Eins og gerist á veitingahúsunum, sem við gerum þar. Þá tökum við svona spotta og bindum hann í eitthvað fast, þannig að það sé svona nokkuð stabíll. Tökum svo rifinn og vefjum spottanum utanum og svo bara tósar þau. Pínu átök og svo þá næði maður alveg vel af. Og það sem ég gerir núna, ég ætla að skera hérna í sinina, í fytuna og hérna til að svona þannig að brúnist betur á pönnunni og plús það að það er sin sem er undir sem er svona betra að skera í því að þá ertu með heila sin í staði fyrir nokkra litla bita. Herru, þá er það tilbúið svona, þá er það bara brúnað af og hérna það er bara sjóðandi heitt panna. Helst að byrja með aðeins að rjúka úr henni, þá er hún orðið nóg heitt. Byrjum á því bara að salta og pipra filetið. Þá byrjum við að brúna það á fytilhliðinni. Því að þar viljum ná að vinna hana niður. Þá leggjum við hana þar á.